ég svona lendi einu sinni inn í svona partíi sko sem að ríkustu mennirnir voru vegna þess að þannig var að maður sem ég þekki, hann átti nokkur 100 milljónir, hafði fengið það út úr sjávarútvegnum í kringum árið 2000 og hann fikk boð að koma á vegum Kaupþings á Hótel Holt og hann komst ekki og spurði mig hvort ég var ekki til í að fara fyrir hann, átti að kynna einhvern fjárfestingarkost og ég segi, jú, flott maður, fátt einhver leikari, ég fer á Holtið sko, svo mæti ég þarna og fór að vísa í jakkafötin og skýrtuna og svona og svo mæti ég þarna og ég guð minn, almáttur í hverju ég lentur. Þarna eru 20 til 30 ríkustu menn landsins, bara samankomnir í einhverjum exclusive klubbi sko og þarna stendur Sigur Einarsson upp í barinn og segir velkonir, fáið ykkur og ég einhvern veginn gekk inn í þetta og var svo settur niður til borðs og þarna satt með mér Brynjólfur Bjarnason og Þorsteinn Vilhelmsson og Einar Sveinsson og Sigurður settist við borðið og einhver lífeyrissjóðsgæi og við sátum þarna og ég fór út úr líkamannum af því að það var svo svakalegt að sitja með þessum mönnum en samt sem maður náði ég að hlusta sko og hann sagði, já, hingað komin ungu maður sem stýrir skrifstofan okkar í New York og Hreiðar Már Sigurðsson gjörði svo vel og Hreiðar Már kom og sagði, já, ég ætla að kynna fyrir ykkur vogunarsjóð sem á að standa í 2000 milljónum sem þóttu gríðarlegir peninga þá sko og þessi sjóður mun borga út tvisvar á ári arðinn og við ætlum að arðurinn verði 40–50% og hann verður greiddur inn á reikninga ykkar vali ellendis og þarf hvergi að koma fram og hingað mun koma maður frá Kaupþing Luxemburg í næstu viku og fara með yfir með einhver stofnun einkahlutafélaga og hvernig menn geti fjárfest í þessum einkahlutafélögum og þar með losna við sko söluhagnað og fjármagnstekjuskatt og þar með geta haft alla sína peninga og þetta í kringum 2000. Já. Og þetta segir manni bara það að þetta, þessir peningar sem hafa verið reittir út úr sjávarútvegnum og öllum íslenskum almennilegum fyrirtækjum hafa systematískt farið í skjól í Luxemburg og þess vegna alveg ótrúlega mikilvægt að þessi gæjar fái ekki Kaupþing í Luxemburg. Að þetta verði sannarlega rannsakað. Og ég meina, þetta engir aumingjar sem voru þarna, ekki nema ég kannski, en þetta menn sem áttu þúsundir milljóna, þetta voru nýju peningar og gamli peningar. En Ari, ég ætla að hnykkja á þessari sögu, þú ferð á Holtið og hittir þessa menn sem eru þá að skipuleggja sitt kerfi og þeir eru að bjóða mönnum sem eiga peninga, sjávarútvegi og svona, leiðir til þess að komast með peningin út úr landi undan skatti. Nákvæmlega og það sem svo skrítið sko fyrir svona manni eins og mig að lenda inn í þessu og fara inn í þetta mentalitet sko og þegar menn voru að tala það að það væri gríðarlega mikilvægt að lækka skatta á fyrirtæki og einstaklinga til þess að tryggja það að peningarnir fari ekki á landi að þá var það bara vitleysa. Þessir menn voru þegar farnir að færa peninga með verulegum hætti út úr landinu og En þetta systematískt, ég meina þetta eitthvað sem manni finnst, þetta náttúrulega það sem Indriði Þorláksson hefur verið að segja, og skattrannsóknarstjóri ætti að vita að þessum fundi. Já, og hann veit að þessum fundi og og ég meina, maður bara, og þetta einhvern veginn svona, þeir eru svo hortugir og forhertir að þeir segja bara, og hvað ætlar að gera í því, skilur? Og það sita allir bara stúm. Þessir bankar eru komnir á fullt í Luxemburg fyrir og 2000. Þannig að grunnurinn algjörlega lagður. Þannig að það ekki bara það að Landsbankinn hafi verið einkavæddur og þá hafi þetta allt farið af stað. Þetta hafði gerst áður. Þannig að viljinn til þess að koma þessari þjónustu af stað var þegar fyrir hendi. Eru bankar áður en þetta gerist, sem sagt bankar í eigu ríkisins, eru sem sagt lagðir á stað í það að stofna félög til þess að komast hjá skatti. Bankar, lögfræðingar, endurskoðendur hafa þjónustað efnaða einstaklingar, skulum við segja, eða fólk sem átti eitthvað aflögu og bent þeim á leiðir til þess að koma peningum undan skatti.